Þá erum við hérna komið með Ingo, velkominn. Takk hérlega fyrir. Og við ætlum að tjekka púlsinn og athuga hvort að Ingo hefur í sér að vera Eurovision stjarna í 2 vikur ef hann skildi vinna hérna á Íslandi. Þannig að ég ætla bara að dæla spurningunum á þig. Það er mjög vinsælt á blaðamannafundum að maður taki eitthvað Eurovision lag. Hvaða lag myndi vera lagi sem væri þitt íkon ef þú myndi vera að beina um að syngja? Ég myndi reyna að vinna svolítið með að blanda saman tungumálum. Þannig að ég myndi vera með svona mínútu þar sem ég tæki 10 sekúndur af 6 vinsælustu tungumálunum. Og hvaða lag var ég myndi sennilega taka Gente di Mare á ítölsku. Svo myndi ég aðeins fara í enskunni og taka smá á sænskunni, bara til að tryggja okkur 12 stig frá Svíþjóð. Svo myndi ég reyna að læra eitthvað svona sem hefur unnið fyrir Azerbaijan eða eitthvað svona og læra eitthvað 2-3 línur á serbnesku eða svona einhverju slavnesku tungumáli og segja eitthvað svona takk fyrir eitthvað Júgóslavía eða eitthvað svona, það er endur ekki til ennþá en þannig ég myndi svona að reyna að taka 10 sekúnda svona af hverju til að smala atkvæðum. Þetta hljómar vel. Þú ert búinn með fyrstu æfinguna í undankeppninni úti og kameruvinnan og hljóðkerfi var allt í fokki og þú kemur á blaðamannafund eftir æfinguna og blaðamaður spurði hvernig gekk æfingin. Hvernig svarað þú? Ég gerði bara vel eins og ég ger alltaf en það var einhver hljóðmaður sem var á jamminu í gær, partí og hann var ennþá aðeins í því þannig að hann klúraði þess aðeins en ég var flottur og ég veit að hann verður klár á lokakvöldinu en æfingarnar skipta einhverju máli, það sem þú gerir í leiknum. Mér finnst að listamennum frá Rússlandi ekki endilega gjalda fyrir stefnu ríkisstjórnar Rússlands í jafnréttismálum. Þannig að ég held að við ættum að gefa öllum séns á að láta þetta snúast bara tónlistina og skilja pólitíkina eftir til hliðar. Þannig að ég skil þá sem hafa púað en þeir verða frekar að fara að púa Pútín. Það er skynsamlegra, heldur en að púa á söngvara Rússlands því hann ræður ekki við Pútín. Hann væntanlega voru að spurja hann hvort hann styðji ekki örugglega réttindi samkynhneigðra en hann ætti frekar að púa Pútín og ég styð það, ég er ósammála því að samkynhneigð sé ekki virt í Rússlandi. Love the way you fill me up with life. Baby, we can break the speed of light. Nothing to fear when you are near. Just keep me bored. Reaching for the sky, you make me high. Close my eyes and then it's almost like we fly. Up in the air, let's take it there. Never let go. To a layover, but night. All around the world, just you and I. Nothing.